Ég svo sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og ég ætla að halda áfram að ræða hatursorðræðu og þessa svona stemningu sem hefur orðið í samfélaginu. Hingað við borðið eru hjón, Mahadia og Mansour Malik. Verið velkomin. Takk. Það kannski ekki hægt að tala endalaust hatursorðræðu án þess að tala við fólkið sem orðræðan beinist gegn. En ég kannski bara svona byrjum bara á byrjuninni. Svona, hver eru þið eiginlega? Við bara fyrir það, þú ert mikill feministi, við þekkjumst þannig af viðburði sem þú hélst íslam og feminisma og eiginmaður þinn. Mansour, Já, ég byrja þá bara, ég heiti Mansour, fæddist í Þýskalandi, ég 36 ára gamall. Fjölskyldan mín flutti til Englands árið 2002 þegar ég var 13. Þá ólst ég upp í Þýskalandi og á Englandi, flutti hingað 2013. Ég trúboði, imam. Já. Og þú ert trúboði. Þannig að þú hlýtur að finna ansi vel fyrir þessum svona stereotypum sem að samfélag íslensk og bara vestræn samfélag eru einhvern veginn búin að búa til af körlum, brúnum körlum sem eru múslimar. Já, það gæti verið. Þegar ég í kólapostinu að boða, þá kemur það fram. Annars ekki daglega en jú. Og er þetta eitthvað svona, hefurðu fundið, þú komist 2013, hefurðu fundið finnurðu mikinn mun á samfélaginu, svona hvernig fólk leyfir sér að tala eins og á internetinu og bara svona hvernig það kemur fram? Ég skoði ekki internetið of mikið, sérstaklega Það er bara rosa holt. Já, þetta er ekki fyrir mig. Það er erfitt að segja, af því að í 2013 þá talaði ég ekki íslensku og ég hugsaði ekki of mikið hvernig það hvernig fólk hugsar mig að ég tali ekki íslensku. En núna ég miklu meira meðvitaður þetta, að ég þarf að gera það, hvað hugsa fólk mig ef ég gera það ekki, ef ég tala á ensku og þetta. En annars, nei, samfélagið bara samfélagið. Fleiri útlendingar hér, kannski. Já. Og bara stækkandi samfélag sem ætti þetta bara að vera mjög jákvætt. En þú, Mahadia, finnur þú svona fyrir þessu, nú ert þú mikið á internetinu eins og ég? Já. Og þannig að þú kannski sérð þetta betur heldur en hann og svona ummælin sem að hafa verið látin falla núna bara síðustu daga, síðustu vikur. Þetta virkilega ljótt. Já, það kemur ekki svona hvað surprised? Óvart. Já, það kemur ekki óvart fyrir mig ekki lengur. Ég alltaf að bíða að ef það eitthvað í fréttin múslimar eða brúnt fólk eða fólk sem eru frá Afríku eða Austurlöndum, þá ég bara að bíða fyrir hatur sem í the comment section. Og hvernig segir maður svona, þeir eru alltaf, fólk eru í samfélaginu eru að svona prove me right. Af því að ég hugsa alltaf, kannski mingar það aðeins og það eru ekki eins mikið fólk að skrifa eitthvað ljótt, en nei, það er alltaf eins mikið fólk. En það ekki, það svo erfitt að lýsa. Já. En þetta einmitt, núna hefur við verið að sjá, það voru falsfréttir sem fóru á stað og það þetta hatur gegn hælisleitendum og það einhvern veginn búið að búa til eitthvað svona hóp, eitthvað óvinn í einhverjum hópi sem ekki svona einsleitur og sem auðvitað mjög alvarlegt.
Partur af þessu ímynda ég mér kannski að sé sko sýnileiki fólks, að því að þú talar fréttir og fjölmiðlar, þar eru yfirleitt neikvæðar fréttir sem eru fluttar af innflytjendum íslensku samfélagi. En ég hugsa ef það tengst með hvað í gangi svona in the world og ef það hefur áhrif á Íslandi. En mér finnst að ég þarf að svara já. Af því það svo mikið hatur í gegn muslimar og brúnt fólk og bara litandi fólk, like colored people. Og það sáum við líka hér. En það alltaf neikvæð. Stundum, ef við sem eru útlendingar, ef við reynum að koma fram og segja frá okkur, já við gerðum svona frábært eitthvað, gerðum svona einhver að opna eitthvað tækifæri eða einhver ég get svona hugsað bara on top of my head vinkonur sem eru búin að gera svo mikið hér og þau þurfa að fara svona út á veg og tala sjálf en það enginn sem að gera það fyrir þeim í félag því það ekki svona it doesn't feed the media's narrative of what they want to portray people of color as og þess vegna já, það alltaf neikvætt þá af því það hjálpar svona media að hvað svona það býr til svona, ég einmitt bara svona neikvæðu mynd svona, og svona viðheldurinn já, svona upphalda svona salímyndir sem eru bara hér í samfélaginu og við sjáum fréttir, þegar við horfum á fréttir og við lesum viðtöl og svona, þá sjáum við sko hvíta Íslendinga og þeir eru alveg á öllum síðunum og þeir eru að gera skemmtilega hluti, þeir eru líka að stunda glæpi, þeir eru líka að leika í bíómyndum og þeir eru og það eru löng viðtöl við þá alls konar hluti, erfimál, þú veist, og allt annað á milli. En þetta sem að við fáum af nýjum Íslendingum og sérstaklega brúnum nýjum Íslendingum svona bara eitthvað svona smá skammtur og þá bara eins og í þessu tilfelli þar sem að þið eru hér komin til þess að einhvern veginn svona verja ykkur og ykkar trúarbrögð gagnvart samfélaginu og það auðvitað mjög sorglegt og þar held ég að við fjölmiðla fólk mættum gera mikið betur. Já. Og mér finnst stundum að það alltaf það sýnt eins og sem eru að flytja inn núna á Íslandi eru að gera eitthvað ólögleg sem ekki rétt. Þetta réttin manneskja að koma til Íslands og segja ég get ekki farið aftur heim get ég fengið eða má ég búa hér þetta löglegt, það má þetta prósess sem tekur mjög lengi það var kona núna sem hún búin að búa hér 5-6 ár og núna þarf hún að fara aftur til Írak en hvernig virkar þetta? Hún búin að læra íslensku hún með börn hér sem að fara í skóla og núna líður henni eins og hún ekki velkomin hér en þetta var löglegt hún mátti vera hér en núna Ísland að henda henni út og við sjáum meira og meira af þessu og ég fjallaði svolítið það við þetta borð og fengi hingað Nóborðes og Solaris og við höfum verið að ræða hvernig þessa hörsku að fólk sem hefur verið hér í langa tíma með mannúðarleyfi því ekki gert kleift að sækja bara að vera áfram á Íslandi. Það einhvern veginn búið að bara afmáða úr lögunum. Sko það versta sem ég hugsa við tölum neikvætt innflytjenda og ok, þeir gera þetta og þetta og þetta en þeir sem gera eitthvað gott
eða við tölum ok, nei, við þurfum að víkja þeim burt eða úr landi, en við tölum aldrei ok, þetta gott fólk, við þurfum meira af þeim hér á landinu. Akkurat, það mjög góð punktur. Það einmitt, það eins og, þetta svona one way. Já, bara, ok, nei, þú ert ekki gott allir út og hann góð, ok, hann má en ekki hinnir. En svo líka velti ég fyrir mér hvort að, sko, þú veist, þetta snýst kannski heldur ekki það hvort að fólk haldi að múslimar eða brúnt fólk eða innflytjendur séu vont fólk, þau bara vilja ekki hafa þau hérna. Eða þú veist, þetta bara einhvern veginn svona, og svo bara notið einhver svona ástæða. Já. Og ég meina, þið eru náttúrulega mikið athafna fólk. Þið eru mikið í svona hérna góðum og skemmtilegum svona samfélagsverkefnum. Já. Og þið hafi kannski lítið fengið tækifæri til þess að segja frá þeim. Já, við reynum að segja frá hvað við erum að gera, en getum ekki sagt mikið líka, því að það bara, já, þessi we don't want to show off. Til sýnis, já. Þetta eitthvað sem við þurfum að finna svona middle ground fyrir þetta, en já, við erum Sko, við reynum okkar besta til að gera það, af því að, sko, eins og stendur hér, múslimar fyrir friði, við reynum að stöðla að hugtakinu, reynum að gera ýmislegt að gera eitthvað gott í samfélaginu, að hjálpa fólki. Sko, segjum bara eitthvað sem við gerðum í þetta ár. Í febrúar skipulögðum við blóðsöfnun. Hún skipulagði viðburð slæðu og hérna iftar fyrir konur. Síðasta ár til dæmis. Ár hvert förum við til barnaspítala og gefum börnum sem þurfa að liggja á spítala gjöf. Þó að við höldum ekki upp á jól, en samt gerum við það jól, jú. Við skreituðum barnabiðstofu í Landspítalanum. Já, af hverju? Af því að ég fór með sonur minn þarna, þurfti að bíða svo lengi og það var svo leiðilegt að vera þarna. Þetta var bara hugmynd, gerum bara eitthvað til að... Vá, veistu, ég hef hugsað það sama en ég hef ekki framkvæmda, en ég hef setið með barna á biðstofu og verið bara, oi, hvað leiðilegt. Já, en þá reyndi ég að gera bara eitthvað þetta við, já. Ég byrjaði með svona pínu hugmynd og þá kom hann alltaf að hjálpa mér, já, ok, við gerum það. Já, ég tók þátt í góðgerða hjólaferð frá Írlandi til Englands. Þetta voru meira en 500 kilometrar. Ég náði að safna 360.000 krónur fyrir kraft. Vá. En já, eins og hún sagði, sko, mér finnst það erfitt að segja fréttunum að sko ég gerði þetta af því að ég gerði það bara af því að mér finnst gaman að gera það, ég held að ég þarf að gera það og þetta ekki til sínis, ok, komdu og skoðu hvað ég gerði bara til að segja ok, hann góður maður. Já, einmitt. Það þetta að sko brúnt fólk og múslimar þurfi alltaf að vera einhvern veginn svona að réttlæta sig. Já. Bara ég góð. Já. Ég góð, sjáuði mig, ég gerði svona gott. Já. Já, og þá það líka neikvætt, ok, hann gerir það bara til sínis. Já, ég meit alveg. En kannski, hérna, ég fæ spyr ykkur að þessu úti í Íslam, af því að það eru alls konar hugmyndir Íslam. Og sko, það eru þetta til líka bara alls konar múslimar í rosalega mörgum, eða bara í öllum heimsálfum. Og hérna, þannig að það en samt sem áður, þá erum við einhvern veginn búin að setja alla múslima undir eitthvað svona einn hatt og þetta bara svona propaganda, vestrænt propaganda sem hefur bara búið til þessa ímynd einhvern veginn. Sko, af hverju, og þú veist, og ég meina, það ekkert í Íslam og við höfum rætt áður hér við þetta borð sem verra eða betra en í bara sko kristni eða hverju sem sko. Og hérna, af hverju ætli þessi trú sé tekin svona sérstaklega út fyrir svega? Góð spurning.
erfitt að svara. Já, sko, til dæmis, ég les Kóraninn 4 sinnum að minnsta kosti á ári. En það sem fólk gerir finn ég ekki í Kóraninum. Þá alveg spurningin fyrir mig líka af hverju fólk alltaf að tengjast þetta við Íslam eða þetta og þetta. Já, erfitt að svara. Við höfum talað með hijabin og Kóraninn og feminisman. Þú fannst þína samsvörun í feminisma og þína valdeflingu í þínum hijab. Og hvað ég get sagt þetta að við, eins og við erum fædd í trú, það eru fólk líka að koma inn í trú, like the convert, sem kannski betra spurning fyrir þeim sem eru að koma inn. Af hverju eru þau að koma inn? Af hverju eru þau að velja Íslam? Af því það eitthvað sem við þurfum að alltaf muna að fólk eru fólk og theology og practice of religion eitthvað annað. Við erum allir, eins og þú varst að segja, það eru muslimar í svona allan world? Heiminn. Og við erum frá mismunandi svona cultural backgrounds. Við upphöldum mismunandi svona belief systems og Íslam svona alltaf með okkur. Það ekki, við erum, en oft hvað fólk eru að gera að blanda mikið, þeir eru að blanda culture og blanda trú sem stundum virkar ekki. Það eru fólk að hugsa, já, hann múslimi en samt eins og við erum frá Pakistan, foreldrar okkar eru frá Pakistan, ethnicity Pakistani, og ég hef oft heyrð að já, þú múslimi og þess vegna þau eru frá Pakistan að drepa konuna þína, like you kill your daughters in honor killings, sem ekki frá Íslam. Þetta eitthvað sem gerir í okkar í samfélaginu sem has its roots in like old cultural beliefs. Og þetta gerist líka í kristnum samfélögum. Já. Og þetta gerist, það bara vegna þess að það til ofbeldisfólk. Já, og þess vegna svo mikilvægt að það ábyrgt okkar líka að segja frá að það ekki sama. En samt, það vantar aðeins svona critical thinking frá öðrum líka að hugsa, já, eins og við segjum feminista að það patriarchy. Við veitum samt ekki allir menn ekki að gera svona harm for women, en samt þá we fight against patriarchy, but we're not there to punish all men. En þessi svona hugmynd þarf að vera með allir svona all like concepts within society. Not all Muslims, and not all brown men, and not all black men, and it's just criminals are criminals, and they should just be criminals. They should not be, yes, these Muslim criminals. Og það einn sem ég búin að lesa, af því ég var svona að lesa yfirfréttir, þessi 2 menn sem voru sent núna í fangelsi, sem committed rape, their names were put in the news, whereas all the Icelandic men that have committed rape, their names have never been put. If anything, their names have been omitted out of documents. I find that so unfair. Why is that important? Af hverju þetta mikilvægt að segja já, Mohammed bin whatever their names are? Ég held að sé, sko, ef ég set mig í spor hérna blaðmannsins og þá það agenda þarna, sko. Já. Að því að... Og sérstaklega þegar sama manneskja skrifar fréttin þetta og þetta, en hér nöfnin, hér ekki. Já, það að því að það ekki hægt að segja útlenskur nauðgari, þá hérna, eða bara eitthvað svona
arabiskur eða sýrlenskur eða eitthvað svona, þá er rosa þægilegt að setja bara fram nafnum Mohammed. Já. þá bara kveikir fólk á eitthvað svona og það býr til eitthvað reiði og smellir á fréttina og eitthvað svona. En það gerði bara það, sko. Já, en það gerði allt í einu, báðar svona fréttir voru þessi fréttatíminn sem voru að segja eitthvað gang rape, sem kom í sama tíma með þessi 2 menn sem voru sendi frá fangelsi og það var umræður í margar hópar líka hvað gerðist. Það var allt í einu. Það fór allt af stað. Já, allt af stað og ég var bara ég fór aðeins svona down the rabbit hole og las mikið og en ég að hugsa alltaf, ég gerir það ekki, ég hugsa aldrei að eins og ég var að læra íslensku í tækniskólinn og við vorum svona stór hóp með konur sem ein kona frá Brasilíu sagði við mig, be very careful of the white perverted pedophiles here in Iceland. Hugsaði ég ekki, allir Íslendingar og menn hér á Ísland eru pedophiles. Þetta svo einmitt. Þetta ekki svona, það þarf að vera svona aðeins, maður þarf að hugsa, það eru fólk sem eru að gera eitthvað sem ráng. En það ekki út af einhverju, það ekki út af, þú veist, því hverju þau trúa. Hugsaði aldrei, hvernig þau líta út. Christian men are going to be like that. Það bara ég hugsar ekki svoleiðis. Já, ég held það sé nauðsynlegt að viðurkenna að nokkrir einstaklingar sem kalla sig múslima gera eða fremja glæp og þetta, þeir gera það. En þá líka nauðsynlegt fyrir okkar að aftengja gjörðir þeirra og trú. Já. Það alveg rétt. Ég, Íslendingar, að því að nú komin svona æsingur í gang og einmitt þessar fréttir sem hún vísar í þessar nauðganir og hópnauðganir og sem komið í ljós núna að með hælisleitendur þessi frá Palestínu og hælisleitendur frá Tyrklandi, það ekki hælisleitendur hér frá Tyrklandi. Það er allavega mjög lítið að þeim ef svo því að það bara allavega. Þetta var bara falsfrétt, bara fake news. Og hún var gerð til þess að bara búa til eitthvað æsing og það tókst. Já. Og það tókst. Sem ég þarf að segja, að bæta við bara aðeins, sem eitthvað, má ég nefna political parties. Já, auðvitað. Já. Það sem miðflokkurinn að bíða eftir alltaf. Þau eru alltaf að bíða að það gengur eitthvað bara í gang og þá eru þau að koma. Ég var að frétta núna bara í dag, vinkona mín sendi á mig, þú búin að sjá þessi Facebook-hóp sem þau eru að búa? Að það bara múslimahatur og útlendingahatur bara í þessi hópur, sem ekki private, sem public, en við getum lesa, en ég var aðeins að bara kíkja inn, það var ein vídeó af múslimar menn sem voru að biðja í Breiðholtsskóli eða eitthvað skóli í Breiðholti. Já, bara þeir leigðu sal. Já, þeir voru að leigja sal að gera það. Það var kommentin niður að breyta því í Moskvu. Ég var, þú að grína? Og ég bara, væri það versta? Já, eða það, já. En það einmitt, og það líka einmitt þetta með, það ákveðin hópur og ég ætla að leyfa mér að fullyrða samt að þetta lítill hópur þó það fari mjög mikið fyrir honum. Og orðræðan þeirra, hún einhvern veginn orðin aðeins meira accepted sem áhyggjuefni og svona aðeins meira einhvern veginn farin svona að koma sér inn í mainstreamið en þetta ennþá mjög lítill hópur. Já. Og og maður sér það en þessi hópur og þetta fólk og þessir, ég meina nú eru komin 2000 manns í þennan hóp sem þú talar mér var reyndar bætt í hann þannig að það mjög skökk tala og þannig ég og það sem þetta fólk rosalega hrætt við það einmitt að Íslam sé með eitthvað svona agenda og Íslam sé bara eitthvað svona ég veit ekki, eitthvað svona boogeyman sem ætli bara einhvern veginn að taka yfir Ísland og vinna konur
og brenna kirkjur en ég ætla að spyrja og banna krossa já, hvernig? Nei, ekki bara hvernig, en hvar eru kenningar Íslam þetta? Einmitt. Eins og ég sagði, ég les Kóraninn að minnstakosti 4 sinnum á ári, ég hef aldrei lesið þetta. Nei. Ég hef aldrei reynst þetta, af hverju? Einmitt. Hvaðan kemur þetta? Og ég sem mjög svona ég les mikið colonization og mér finnst það kemur af því að þetta búin að vera agenda hér á Evrópu en þau eru núna hrætt að þau eru búin að gera það en ekki hér á Íslandi, ég ekki að tala Ísland en samt við fórum í gegnum síðaskiptin og einmitt Já, en þú varst að tala áður Lutheran Church sem kom hingað. Eins og hún nefndi líka síðaskiptin, já. Þau voru að koma hingað, en það... Allir Íslendingar voru bara svingaði að vera lúterskir. Einmitt, og við þurftum að brenna hljóðfæri og bækur og alla söguna. Og það var bara mjög stór partur af okkar sögur sem bara horfin. Hvað segjum við þá? Bara allir Íslendingar út? Já, einmitt. Og Danir líka, já. Akkurat. Þannig að þetta líka, þetta partur af colonization, en þetta svolítið svona colonizerar sem að hugsa með þessum hætti. Mér finnst það, af því að ég ólst upp í London og við erum svo stór hóp, fjölbreytt hóp og aldrei það var rasismi en aldrei kom einhver til mín og sagði við mig farðu heim það ekki þetta rasismi sem ég svona tók á móti var aldrei svoleið, það var alltaf eitthvað P-word sem var ekki svona hard rasismi og aldrei sagði einhver við mig að því þú ert múslimi þarf þú að fara heim það gerði aldrei við mig af því að every other person is a Muslim there og ég búin að gleyma hvað ég langaði að segja ég held líka það sem sko Íslendingar eru ekki rosalega trúið þjóð við erum ekki mjög trúrækin þó að Íslands samfélag sé og þó að sé ríkiskirkja sem bara eitthvað svona gömul arfleið frá því að við vorum kristni var þvingað upp á okkur mér þykir margt fallegt í kristni og margt fallegt svona sem að einhvern veginn maður lærði en það líka mjög margt fallegt í Íslam alveg svo það mjög fallegt í trúarbröðum og þetta trúarbröð þau koma frá góðum stað og þau eru mjög persónuleg og persónubundin og það líka svona svolítið einhvern veginn sem ég langar að spyrja ykkur út í það þessi krafa mitt að þurfa alltaf að vera að tala trúna sína. Mér langar ekki að tala trúna mína en ég þarf alltaf að tala trú af því að fólk sem ég að vinna með eru svo forvitin. Ég skil þetta, það má vera forvitin og spyrja út af eitthvað kannski, af hverju þú að gera eitthvað hvernig þetta hjá ykkur en þá stundum það var óþægilegt samt af því að þau eru að spyrja mig má maðurinn þinn eiga fjögur konur en ég var alltaf að hugsa nei, ekki byrja með þetta það það óþægilegt og þetta ekki sem einhver hugsar daglega. Nei. Þetta eins og fólk hugsar einmitt bara eitthvað svona þú og maðurinn þinn í opnu sambandi eða þú veist, maður einhvern veginn ekki því svingirar maður ekki að spyrja fólk þessu hluti þetta líka svo þetta eins og að spyrja einhver kaþólski hvað sem má konan þín tala í kirkjunni? Einmitt. Hver hugsaði þannig? En þá, mér finnst það óþægilegt. Ég mjög til að tala trú mitt ef það hjálpar þig að læra eitthvað. En ef þú ert með svona internalized ideas sem ég get ekki breytt, þá nenni ég ekki tala við þig. Af því að þú ert búin að ræða hvað þú vilt að trúa og þá ég get ekki
Þú getur ekki breytt Já, ég get því, ekki breytt einmitt. ekkert og af hverju þurfum við að tala þá? Þá líka kannski forvitnin ekki beint af, hún ekki að koma af innlægum stað, hún Sem- meira áreitni. Já, sem ég held fólk I don't think people realize but I can tell ég með svo eins og ég segi oft með systur mín af því við erum bara alltaf að spjalla þetta við erum með spidey senses sem bara við veitum what the intention is behind asking en já Það kannski bara eitthvað svona einmitt sem að maður lærir þegar maður þarf alltaf að vera að svara. Einmitt, já ég þurfi að læra þetta af því að ég þurfi að læra hver svona til að ekki læra samt en til að svona tala við mig fallega eitthvað efni eða hver bara hér að like to put you down Já. þá ég er komin mjög góð með þetta Já. En þið eigið 2 börn og hérna hafið áhyggjur af þeim í íslensku samfélagi? Stundum, Já. ekki oft ég elskar að vera hér og ég elskar þessi samfélagunum sem ég er í og stundum finnst mér að ég hugsa mér langar ekki að börnum mín eru like I don't want them to face racism and discrimination sem svo erfitt að lífa mig það erfitt að vaksa upp Hvernig útskýrir maður það til dæmis bara fyrir barni sem þekkir bara íslenskt samfélag og hérna bara íslenskt barn en þú veist að útskýra fyrir hérna, heyrðu, þarf maður að taka svona the talk Sko, við tölum við börnin okkar að þeir eru aðeins öðruvísi í liti og þetta en við tölum líka mikið að allir séu bara eins brúnir og hvítir og gulir og þetta við eigum bækur og lesum saman allir eru velkomnir hér þetta bara í skóla til dæmis en þetta fólk frá bara ýmsum stöðum við gerum það en vandamálið að gera einhver annar í samfélaginu þetta líka við fá hvítubörnin þessi sömu kennslu væntalega ekki Nei, ég þekki engan Nei. Ég og hvít barn, ég hef aldrei farið yfir þetta með henni sérstaklega, hún reyndar ólst upp í London þannig að hérna, hún kannski svolítið svona læriði sjálf bara bara að vera í fjölmenningarsamfélagi hvernig fjölmenning virkar en það svona, en hún einmitt algjört einstæmi hér og þá kemur alltaf spurning inngilding og þetta og við gerum það, við kennum börnum okkar hvernig það að vera hér, hvernig það að vera öðruvísi en hvað gerir hinir til að hjálpa okkur líka Akkurat. Af því að þetta ekki bara nei, þið þurfum að gera það, við þurfum að gera ekki neitt bara sitja hér og Einmitt. Og það er ákveðin barriér líka veginn, þú veist, hvernig kemst maður yfir þann barriér eða þú veist, hvernig fær maður fólk til þess að taka þátt í einmitt inngildingunni og þú veist, við hljótum öll að vilja að öllum líði vel í samfélaginu. Ég held í alvörunni að mér sko margir af verstu internet rasistunum, ég held að þeim langi í hjartanu alveg að öllum líði vel en þeir eru bara einhvern veginn það búið að rugla þá í rýminu með alls konar einhverju propaganda og í einhverju múæsing. En það líka núna, það bara auðveldra að fara á netinu og skrifa eitthvað niður. Já. Það var ekki hægt svona 50-60 ár síðan. Og þeir eru ekki svona kannski enginn búin að kenna þeim að það eru reglur að vera á netinu líka. Það ekki bara hægt að segja hvað okkur langar að segja og ekki hugsa enginn að lesa yfir. Það eru mismunandi fólk sem eru að fara yfir fréttir bara á Facebook og lesa yfir kommentin og það líður svo illa að lesa hvað þú ert að trúa sem ég hef aldrei hugsað að ég þarf að fara og tala við þessi kona hvað ég að trúa en samt ef ég út að labba eða ég í kringlunni eða eitthvað fólk kemur bara til mín og farðu bara heim af hverju
en hvernig get ég farið heim, en hvað ég fara til Þýskaland, England, Pakistan, í næstu götu. Já, en þá... Og börnin okkar líka, hvað fættir hér á Íslandi. Já. Einmitt. Þetta er undarlegt að segja það og líka að því að heimurinn einhvern veginn, hann er svona stór og fjölbreyttur og við erum rosalega mikið einhvern veginn á ferðinni, það er fólk flytur á milli landa, það er, ég meina, ég bjó í Englandi í mörg ár, við gerum þetta einhvern veginn og þú veist, maður sér eitthvað tækifæri eitthvað starf eða langar í námi eða eitthvað og svo eru sum sem að þurfa að koma að því að þau eru flýja stríð og þetta er einhvern veginn svona, það er eins og einhver ákveðin hópur af samfélaginu sé ekki tilbúin til þess að sætta sig við þetta. En sami hópur situr í tölvunni sinni á Tenerife í íslensku kolóníinu og er á leiðinni á Ingo Veðuguð tónleika á íslenska barnum og er að skrifa ógeðslega hluti palestínska hælsleitendur á Íslandi og dreifa falsfréttum nauðgunarmál. Þú veist, þetta er alveg svona þetta eitthvað eins og sprengir í manni heilan. Og ekki einu sinni búin að tilkynna stjórnvöld á Spáni að Íslendingar eru, nei, ég bara að grínast að Íslendingar getur verið glæpamenn líka. Já, ég meina það er fullt af Íslendingar, ég þekki nokkra íslenska glæpamenn sem bara búa á Tenerife, við getum bara alveg, það er bara, það hafa búið, þannig að það er alveg svona, þú veist, það er alveg, það er ekkert eitthvað bestu Íslendingarnir endilega sem að flytja til þú veist, út það eru margir frábærir en þú veist, það er bara að því að fólk er alls konar. Já, ef við setjum alla undir sama hatt einn Íslendingur gerir þetta eða bara fremur glæp, ok, þá eru allir Íslendingar þannig. Þegar einhver flytur þá til Spánar, ok, er þetta glæpamaður sem er að flytja þangað? Þurfum við að tilkynna þetta líka að glæpamaður kemur til ykkar? Af hverju þá ef einhver kemur hingað? Einmitt. Já, og svo er einmitt, það er þetta samtal núna, það eru þetta sko hert útlendingalög og eitthvað svona og svo er þetta frumvarp að svipta fólk sko dvalarleyfi og ríkisfangi sem er alveg svona brjálæðisleg pæling, það er bara mannréttindabrot, það má ekki taka svipta fólk ríki sínu sko, þegar það er komið með ríkisborgari. Og stundum ég finnst, nei, ekki stundum, ég finnst að Ísland en ekki fólk sem eru að búa hér á Ísland en svona the politicians we have in Iceland, some of them, they always just have this idea of being the first in something. And I think like this is something they want to be the first in. Við verðum bara fyrst. Við vorum fyrst hér og þetta. Já, núna verðum við fyrst hérna að gera þetta. Við vorum fyrst að viðurkenna Palestínu en samt viðurkennum við ekkert Palestínu. Já, og bara þetta er bara orðræða. Já. Hvernig getum við sem eru að flytja inn vera öryggir hér ef við veitum ekki hvernig lögreglan kemur og bara vísar okkur út landin. Hvernig getum við þá, þetta er ekki inngilding, þetta er á móti hvað inngilding stendur fyrir. Að þurfa alltaf að vera á tánum. Líka því að við sjáum bara eins og til dæmis að vera á mótmælum er allt í orðið criminalizing sko. Þú veist og að verða þau brot nóg til þess að sé hægt að taka sko, við erum komin svo hættulega slóðir. Já, af hverju þeir en ekki við. Einmitt. Já. En framtíðin björt, samt. Já, vonandi. Sumar er framundan og ég meina, þú ert alltaf með trúboð. Getur þú sagt okkur aðeins frá því í Kolaportinu? Já, af því að sko, fólk er aðalega hrætt að koma til okkar. Þá reyni ég hef lengi reynd að vera í Kolaportinu og bara gefa fólki tækifæri að koma að spjalla við mig bara í opnum rými, ekki vera hrætt við mig. Hvernig tekur fólk í það? Er það mikið að koma og spyrja leiðilega hluti eða skemmtilega hluti?
ekkert. Nei, lappa bara hjá og skoða eitthvað hér og sumir tala við mig, flestir ekki, en þetta í lagi. Þetta, sko ég gerir þetta aðalega bara til að sýna fólk að við erum hér og mér langar að gefa þér tækifæri að koma ef þú með spurningum, þá getur þú komið til mín, tala við mig, já. Og nú það komið hérna út í kosmosin að fólk getur komið og rætt við þig trú. Já, alltaf. Á íslensku. Á íslensku, nákvæmlega. Ertu með Kóraninn á íslensku og búið að þýða hann aftur? Af því ég heyrði nefnilega, ég man eftir því fyrir nokkrum árum, það var Ingólfur Sæinn, hann reyndar svona ferðaþjónustu fyrirtæki í dag, hann var pældi mikið í einmitt þessu. Það var íslenska þýðingin á Kóraninum væri bara út úr kú. Já, sko, hann Helgi, ég veit ekki hvað hann heitir eða eftirnafnið, hann þýddi Kóraninn, ég man ekki hvenær, 2002 held ég. Þá kom annar edition út seinna 2012 eða eitthvað svoleiðis. Og núna ég og vinur minn sem professor í íslensku sem öðru máli í Háskóla Íslands. Við erum að vinna að þýða Kóraninn yfir á íslensku. Já. Hafið þið lesið þessa fyrstu útgáfu sem var til hérna í mörg ár og var bara vitlaus? Já, við byrjum þetta saman alltaf. Já. Af því að okkur sagt að tungumálið mjög fallegt sem Helgi notaði. En þá þýðingin ekki mjög akkurat. Nei, hún næri einhvern veginn ekki innhaldinu nógu vel. Þetta þýðing af þýðingu. Einmitt. Og við erum að reyna að þýða beint frá arabísku yfir á íslensku. En samt notum við eitthvað hér og setjum þetta saman. Úr biblíunni líka. Allt sami Guðinn. Já. Herðu, þakka ykkur kærlega fyrir að koma frómuhjón. Það var alveg dásamlegt að fá að spjalla við ykkur og ég bara slaka til að fá ykkur næst og sjá þig í Kólaportinu helgina. Já. Takk sömuleiðis. Við þökkum þeim Mahadiu Malik og Mansur Malik hjónunum fyrir frábært spjall og á þessum nótum skulum við enda þátt kvöldsins. Ég þakka einnig þeim sem fylgdust með, Pétri Fjellsteð fyrir útsendinguna og samstarfsfólki mínu að sjálfsögðu fyrir einn góðan daginn við Rauðaborðið. Ég minni á að hægt að gerast áskrifandi af samstöðinni og vera með í þessu verkefni okkar hér með því að fara á samstöðin.is og íta þrá hnapp sem segir áskrift. Þetta óskaplega einfalt og þar með getið þið verið meðeigendur í þessu fína verkefni. Á morgun 1. maí og við ætlum að þramma með verkalýðnum hér af Rauðaborðinu en við komum aftur, mætum hressileiks á föstudaginn í vikuskammti þar sem koma góðir gestir og ræða fréttir vikunar og það verður nú nóg að taka þar. Ég þakka fyrir mig og góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.